Því næst ætlum við að skipta á hann Karl Eskil Pálsson sem ætlar að fjalla aðeins ferðaþjónustu allt árið um kring. Já, hann Karl Jónsson sem formaður ferðamálafélags Eyjafjarðarsveitar skrifaði grein í blöðin í síðustu viku sem að vakti töluverða athygli. Karl, ég segist aldrei nokkuð tíman hafa stílað inn á það að fara í búð þegar hún er lokuð. Þannig byrjar þín grein. Já, það rauninni svona til að sýna fram á kannski ástandið eins og það hefur verið svolítið í ferðaþjónustunni en ég segi það líka sko að því að ég karlmaður og þá hefur stundum misskilið opnunartíma sko búðana sko þannig en allavega þetta svona það sem ég var að vekja athygli á að ferðamenn kom ekki á svæði eða til okkar ef það er lokað hjá okkur. Þannig að spurningin smá hugarfarsbreytingu að í staðinn fyrir að við séum að segja að það þýði ekkert að hafa opið af því að það kemur enginn að opnum þá og athugum hvort það kemur enginn sko. Og þetta sem sagt snýst þín grein að það þýðir ekkert að hafa lokað. Já, þetta er bara einfalt finnst mér sko og þess vegna fórum við í Eyjafjarðarsveit í átak þar sem að við svona veltum fyrir okkur hvað getum við gert til að efla þjónustu við ferðamenn hérna yfir vetrartímann. Ekki þannig að fólk væri að setja sig í einhverja áhættu og hafa opið alla daga og frá morgni til kvölds yfir kannski litlu en frekar að fara í eitthvað sem við treystum okkur til sem að allir gætu sinnt og það var sem sagt niðurstaðan að við ætluðum að opna ferðaþjónustu aðilar á föstudögum í vetur fram í sveit og föstudagarnir urðu fyrir valinu einfallega vegna þess að það mokstust dagur fram í smámunasafn þannig að það alltaf hérna sem skiptir miklu máli, það náttúrulega eru samgöngunar. Og hvaða svona viðbrögð hafið þið fengið nú þegar? Við höfum fengið alveg sko í rauninni viðbrögðin hafa verið framar vonum hjá aðilum innan ferðaþjónustunnar, bæði frá ferðaskrifstofum og ekki síst bara frá kollegum okkar sko víðs vegar. Og ég veit að fólk farið að ræða þetta af alvöru á öðrum svæðum og það náttúrulega draumastaðan að við getum í sameiningu ferðaþjónustu aðilar hérna á Norðurlandi getum í sameiningu búið til svona heildstæða keðju af þjónustu yfir vetrartímann. Þannig að eitt svæði tekur sér einn dag og svo annað svæði annan dag þannig að þá aukast möguleikarnir hlýtur að vera á því að við getum haft ferðamannin hérna á svæðinu í einhverja daga sem alltaf óska staðan sko. Þið eru sem sagt aðalega að stíla sem sagt inn á vetrarferðamennskuna og þar með þá auka eða lengja ferðamannatímabilið. Já, það mikil vakning, það mikil umræða vetrarferðaþjónustu og hvað hægt að gera og hvað í boði og annað sko. Og við í rauninni tókum þá ákvörðun að stíga bara þetta skref, þetta svona dálítið djarft skref kannski og það engin reynsla af svona viðlíka yfir vetrartímann en við ákváðum bara að í staðinn fyrir að sitja og bíða eftir að einhver gerir eitthvað þá settust við í framkvæmda sætið og ætlum að prófa þetta. Hvað með önnur svæði heldurðu að einhverjir aðrir komi síðan í kjölfarið? Ég vona það innilega vegna þess að á meðan að ferðamannastraumurinn ekki meir en hann yfir vetrartímann að þá þetta leið sem að flestir eða allir ættu að geta ráðið við, litlir ferðaþjónustuaðilar og stórir. Þannig að menn séu ekki eins og ég sagði áðan að setja sig í einhverja áhættu og hafa opið hjá sér alla daga yfir litlu. En þarna náum við kannski að byrja á einhverju sem að getur síðan dreift sér á önnur svæði. Hefur þessi staða að það sé bara víða lokað yfir veturinn, hefur hún háð því að það eru ekki fleiri ferðamenn hérna fyrir norðan heldur en raun ber vitni? Það hlýtur að vera að einhverju leyti og hérna þegar ferðamenn sko eru komnir suður og til Íslands og eru að velta fyrir sér að fara norður, þá þetta náttúrulega skanna menn markaðinn sko og eðlilega er ekki hvalaskoðun nema með einhverjum undantekningum kannski. Ok, hvað þá hægt að gera, en þá ekki opið þarna, þá þetta ekki opið og svo framvegis. Þannig að það hlýtur að hafa einhver áhrif.
Þannig að þú sem sagt, hvetur þá bara önnur svæði til þess að feta í ykkar fótspor. Já, mér langar, okkur langar til þess. Ég meina, við náum að sýna samstöðu þetta í okkar sveitafélagi og þess bara geta sveitafélagi sjálft er virkur þáttakandi í ferðaþjónustu og það hefur stutt okkur með ráðum og dáð í þessu. Þannig að við náum samstöðu þetta og það er bara vonandi að fleiri svæði náðu því líka. Ertu þarna að tala veitingastaði, gistiþjónustuna, afþreying og svo framvegis? Sko, í rauninni varðandi gistinguna þá eru kannski ekki margir staðir opnir allan veturinn og það að hafa opinn einn dag í viku fyrir gistingu náttúrulega segir ekki neitt, sko, þannig að aðalega eru þetta afþreyingar aðilan eins og smámunasafnið fram í sveit. Jólagarðurinn eitt af okkar helsta flaggskip, hann er náttúrulega opinn allan daginn og þannig að hann í rauninni bara dettur inn í þetta prógram. Holtsel, Dyngjan, listhús, við erum með Gamla bæinn opinn og svo erum við með svo er sólarmusteri fram á Finnastöðum. Það held ég að sé mjög skemmtilegt, það sem hún Sigríður ætlar að hafa opið. Og svo eru veitingastaðirnir opnir til skiptis hjá okkur á Lambinn og síðan á Silfu. En þið á Öngulsstöðum, þið eru svolítið að færa út Kvíarnar núna, skils mér, og eru að setja ferðaskrifstofu á laggirnar. Já, við fengum, 2014 fengum við ferðaskrifstofu leyfi. Í grunninn var það bara til þess að við getum selt ferðamönnum gistingu og afþreyingu. Þá var þetta orðin pakkaferð og þá þarf ferðaskrifstofu leyfi. En síðan náttúrulega bara þróaðist það upp í meira. Við fórum svona skoða möguleikana á uppbyggingu á ferðaskrifstofu og það er sem sagt orðið til þess að núna er ferð frá okkur komin í sölu út í Kanada í samstarfi við kanadíska ferðaaðila og við erum að vinna að uppbyggingu á svona dagstúrum hérna frá Akureyri og seinnipartstúrum inn í sveit og annað slíkt, þannig að það er bara okkar markmiði kannski að byggja upp svona fjölbreytt ferðaþjónustufyrirtæki og þarna sjáum við skemmtilega möguleika. Dagstúr Norðurlandi, hvað eru þá helst svona að stílinn á? Nú það sem við erum að vinna að núna akkurat og viljum koma á koppinn bara sem fyrst er það sem að mætti kalla kannski ölhring Tröllaskaga. Það er nú Árni Hafstað í Útvík í Skagafirði, hann kom nú með þetta skemmtilega nafn, ölhringur. En þá er sem sagt hugmyndin að taka dagstúr héðan frá Akureyri, þar sem við erum byrjað að heimsækja gæðing í Skagafirði. Jafnvel bjórsetrið á Hólum, Segul 67 á Siglufirði, Kalda á Árskógssandi og enda í Víking. Það er nefnilega, við viljum kalla þetta svæði bara, þetta er brugghúsasvæðið á Íslandi, sko. Það er hérna í kringu Tröllaskagann. Ótrúlega mörg brugghús og mikið að gerast í bjórmenningunni. Þetta er ekki bara, og við sjáum þetta ekki fyrir okkur sem einhverja fyllerístúra, heldur svona, þetta er hámenningarlega ferðir en varpa engu að síður ljósi á þessa gríðalegu þróun sem hefur orðið í bruggi og svona míkróbrugghúsum á Íslandi bara síðan að bjórinn var leyfður. Er svo endað í lambakjöti hjá ykkur? Ekki í þessum túr, við kannski útbúin lambasamlokur eða eitthvað, ég veit það ekki, en síðan erum við líka með á teikniborðinu ferðir í sumar sem að væru semst héðan frá Akureyri, það verið tekin einhver hringur inn í sveit og endað í lambalæri hjá okkur. En sem sagt þið byrjið með því að hafa opið allt árið í Eyjafjarðarsveit? Já, að þessu gefnu að við á yfirvetrartíman eru allir eða flestir með opið á föstudögum. Svo kannski færum við okkur upp á skaftið að þetta kemur vel út og höfum opið einhverja fleiri daga næsta vetur, vonandi bara.